að því að við erum að tala svona kallmenn að því að konur, þú veist, finnst mér hafa náttúrulega forever þurft að pakka sér saman í svolítið svona þægilegt áferðafallegt form sem að er auðvelt að gleypa og pakka öllu sínu inn í þetta sama form. Mjög þægilegt sko. Já. En núna svona kannski á síðustu áratugum hafa kallmenn þurft að gera þetta sama og það er svona, já, það fer ekkert eitthvað æðislega vel onni alla kallmenn að þurfa að taka tillit og þurfa að, þú veist, að megi ekki segja bara hvað sem er, hvenær sem er, við hvern sem er af því bara. Og gera hvað sem er. Og gera hvað sem er. Ég held að til dæmis bara svartur húmor hafi orðið ennþá svartari inn í lokuðum hópum því að menn voru bara eitthvað svo bæltir síðust árin sko. Já, Veist, ég held að það hafi haft þannig áhrif að eitthvað neginn menn verður svona reiðir sko Upplifið þið það? Nei, ég held líka bara að það sé bara ágætt sko. Já. Það er nefnilega líka alveg rosalega mikið að köllum eins og okkur sem eru ekki fyndnir og segja lélega brandar á kaffistofunni sem að megi alveg vera bara inn í grúppunni þeirra. Og eru meiðandi og eru hvorki fyndnir né ígrundaðir né byggðir á einhverju líu Nei, bara jafnvel og þeir eru ekki einu sinni eitthvað vandi menn, þeir eru bara að reyna að vera fyndnir og segja eitthvað einhverja konu áttu nú ekki að vera bara inn í eldhúsi það er bara svona, ok, taktlaust eða skilurðu, og þá er það bara eitthvað siggi í markastildinni sem er bara fattar ekki á bara að vera í markasteldinni skilurðu, og einbjöndar sér að því sko, markasetja hluti ekki markasetja sér degi grín Nei, alls ekki þannig ég vil alveg meina að að veist, eins og bara með öllu þessu sem að er búið að gera síðustu ár með Me Too og öllu þessu þar sem er verið aðeins að spynna í skilurðu, ég held að það sé bara þó svo sé alveg margt sem að sem að er sem að þarf kannski að tala með eitthvað að hlutinir hafa verið kannski ekki gerir réttir en þá svona í heildina litið þá er búið að íta aðeins við skipinu sko. Já, og maður sér líka, þú veist, að konur er í auknum mæli síðustu ár og jafnvel svona áratugir verið að nota líka grínið sem sitt eigi barátutæki, þú veist, við þessu ójafnrétti sem að hefur verið og það er líka, þú veist, að því maður er svo vanur að hugsa grín sem bara eitthvað svona hversdagslegt sem skiptir ekki öllu máli og þetta er bara eitthvað svona, þú veist, ekki neitt en grín er líka ótrúlega mikið valdatæki og þú veist, þegar Siggi í markasteildinni segir óvegandi brandarinn á kaffistofu það eru 3 sem hlæja og þá getur maður svolítið svona, já, ok, þið deili einhverjum skoðunum svona fólk, ok? Já, maður getur svolítið svona, þú veist, að því hláturinn er ákveðin gjaldmiðl, hann er bara svolítið svona eitthvað, já, ok, við erum sammála því við hlóum að þessu við deilum einhverju hérna þannig að þetta er líka, þú veist, hefur verið rosa mikið tæki fyrir konur til þess að svona setja stundum mjög hræðilegan veruleika upp í eitthvað svona grín og svo sér maður bara eitthvað, ok, hún hló við erum sammála, þetta er geggjað, við erum hérna we're a team við erum báðir umulega menn já, einmitt já, það er alveg rétt sko ég fór til dæmis uppstandari, hann er Birnu Rún uppstandara, kvenkis uppstandara þú veist, þú varst að tala um þetta að matreiða og búa til eitthvað svona sem allir, þú veist, ég held að það sé svolítið búið sko ok, já, við sem komin svona við erum búin í fyrir kvenkis grínara þá held ég að það sé ekki raunveruleiki sko, fyrir þær í dag myndi ég halda akkurat, en það þú veist, eru líka konur í uppistandi vilja sjálfsögðu líka ná til kalla, það vilja ekki bara konur í áhörðarsalnum, þar vilja bara öll kyn og það er mjög gaman að heyra konur gera grín að köllum og það er bara æðislegt því að þetta er náttúrulega furðulega verður sko. Já, og þú veist, hitt var náttúrulega orðið svolítið þreytt sko. Mjög. Þú veist, á tímabili skilurðu og auðvitað svona uppistand senan var rosalega kallæg það er eins búið að breytast en ég held, er það ekki líka þannig að þú veist, um leið að eru komnir fleiri að borðinu og þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona rúta stemming að það græða allir á því eða þú veist alveg saman, það er ekkert fyndin heldur að hlusta á einhvern kvenkins uppistandra að gera grín að því hvernig miðaldra kall er og pinpointa alls konar hluti sem ég kannski þekki í mínu sambandi við mína konu og er aðeins að íta við ekkert alltaf íta við mér, bara segja fyndið og eitthvað sem þú tengi við það er alltaf finnast það er ógeðslega gaman sko. heldur betur þannig að þið myndu segja
bara hvað grín varðar að þá græðum við á jafnrétti 100% sko. Já. Ekki? Jú, allar það var líka fáránlegt ef ég myndi segja eitthvað annað en að nú sko, bara Þú varst búin að lofa með konunni. mikrofón og kameru já, samt sko, það mega náttúrulega alveg ekkert að vera anan heitt Mér finnst að vaða upp í þess að dag og ég er bara ekki samræður með jafnréttis. það er gaman að pæla í þessu sko. Nei, það var grín. Þetta var grín, já, Nei, gott, þetta við skulum síðasta, bara já. mikilvægt að koma inn á það Maður veit að einhver er að horfa sko. Nei, það er rétt og hvernig fólk tekur hlutunum